Ferðin búin að vera stórkostleg og eiginlega bara þvílík upplifun, myndi ég segja. Ég veit eiginlega ekki við hverju ég bjóst við en þetta samt eiginlega ekki eins og ég bjóst við það yrði. Við erum búin að stíga inn í eitthvað svona Euroland og þetta alveg sér heimur og við einhvern veginn fórum mjög geist inn í þetta og fórum beint á Rauðadreilinn þegar við vorum lendar. Það allir hérna heimsfrægir nema við, það ekki séns að ykkur vilji taka mynd af okkur sko sama hvernig þeim frætt okkur eitthvað svona en hérna allir keppendur eru heimsfrægir. Náttúrulega stóð upp úr þriðjudagurinn að fara áfram. Það maður var orðinn úrkula vonar þegar það voru 2 lönd eftir og svo bara 1 land eftir og Portúgal var ekki farið. Það var eiginlega hjarta sleppt úr slagi þar. Við duttum óvart inn, danska öryggisgæslan hefur ekki verið alveg að standa sig. Þannig allt í einu vorum við bara komnar inn í herbergið til strákana sem við áttum ekkert að komast og við værum með passan okkar og það var bara alveg geðveikt. Þeir fengi allir kossa og þeir fóru á sviði fyrir rennsli þannig að það var frábært. Þess vegna gekk þetta svona vel? Já, þess vegna sló þeir í gegn. Svona svíkla inn í kvöld, hérna á laugardagskvöldi líka. Gefa þeim eitt koss áður en fara á sviðið. Svona fyrir utan strákana, með hverjum haldið þið? Má maður segja það? Sigga. Já, ég er mikill aðdáandi Frakkara, mér finnst þeir stórkostlegir. Danska og sænska finnst mér geðveikt og held að þau komi mjög sterk inn. En svo sætasti gæinn í keppninni, það er Ungverjaland með líka flottan boðskap. Mér finnst hann geðveikislega sætur. Ég styð í rauninni bara allt sem hefur eitthvað svona boðskap. Mér finnst það skemmtilegt þegar það komið svona ný vídd inn í keppnina og eins og Silja sagði Ungverjaland með berjast gegn heimilisofbeldi. Þeir segja mig, þú ert nú ólétt og þú ert lítinn Pólla á leiðinni, ekki? Jú, lítill bleikipóli. Fær hann sama lit og faðir? Já, eða þá við finnum eitthvað nýtt, nýjan lit. Gull og silfur, það er alltaf vinsælt í Eurovision. Já, það sé ekki flott, það setja eitthvað glimmerbúning bara. Ég á 7 vikur eftir þessari meðgöngu, þannig að þetta búið að vera mjög skemmtilegt svona að því þetta svo mikið partí og lengi vakað og mikill bassi, þú veist það er rosa mikill kraftur í þessum lögum, þannig að það er búið að vera mikill dans við miðja, mikill stuð. Get together on this, cross this problem off.